Góðan daginn gott fólk, Finnur heiti ég og ég býð ykkur velkomin á síðasta kynningafund Haga vegna rekstrarársins 2024 og 2025 og uppgjör fjórða ársfjórðungs þess árs. En fundurinn núna aðeins með óvenjulegum formerkjum sem eru þó meira minna af jákvæðum toga eins og við komum að á eftir. Nú eins og áður þá munum við Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, fara yfir ágætan rekstur Haga á fjórðungnum. Fjórðungurinn tekur til þessara mánaða desember, janúar og febrúar og við segjum frá helstu fréttum og svörum spurningum í lok kynningar. Nú ég bendi fundamönnum á að hægt að senda inn spurningar á fjárfestakynningar.hagar.is og hvetjum þá til þess. Nú ég ætla að byrja á að afsaka tímasetningu fundarins, það að segja í miðri dymbilviku sem telst kannski ekki svona heppilegasti tíminn fyrir fjárfestakynningar, en við kusum þennan tíma frekar en að seinka uppgjörinu til mánaðamóta apríl-maí, að minnst okkur var þetta ákveðið fyrir allmörgum mánuðum síðan þannig. Tímasetning fundarins jafnframt ástæða fyrir því við höfum hann eingöngu í streymi en ekki eigin persónu, en við gerum það örugglega næst. Það kom svo í ljós í síðustu viku að umfang uppgjörsins og tengdrar endurskoðunar reyndist ansi mikið og þannig að ráðlagt var að fresta endalegri útgáfu ársreiknings til mánaðamóta. Ástæðurnar eru eins og ég nefndi áðan jákvæðar, þar að segja við erum að bæta inn nýju landi og nýju félagi í samstæðuna, við kaupum á SMS í Færeyjum og við erum að breyta reikningsskilaðaferðum til þess að endurspegla betur virði fasteigna og þá leið fjárhag Haga. Allt þetta reyndist vera heldur meiri vinna en við gerum ráð fyrir, þannig að við erum núna að birta ítarlegt stjórnendauppgjör óendurskoðað, en endurskoðaður ársreikningur og ófjárhagslegar upplýsingar verða birtar þann 30. apríl næstkomandi. Nú, til þess að gera langasögu stutta fjórðunginn, þá gekk rekstur á þessum síðasta árshluta okkar á rekstrarárinu mjög vel og slær botnin í annars hagfellt rekstrarár hjá Högum, það sem að, eins og ég segi, reksturinn heilt yfir sterkur, en við stígum líka mjög mikilvæg stefnumótandi skref til þess að víkka út starfsemin okkar og skjóta nýjum stoðum undir reksturinn. Förum yfir það allt betur hérna á eftir, en efnistökin eru nokkuð hefðbundin, förum við fréttir, fjárhagsuppgjör og svo stað og horfur. Byrjum á að skoða árið í heild. Við seldum vörur fyrir 180 milljarða sem aukning ríflega 4% á árinu á milli ára. Við skiluðum 14.738 milljón króna í EBITDA sem heldur yfir útgefinni afkomu spá og hagnaðurinn nam svo 7.030 milljónum króna, en þetta ágætis aukning frá því í fyrra, en ástæða til að draga athygli að áhrifum matsbreytinga á hagnaðartöluna sem að kannski mætti segja að sé milljarður of há miðað við það. Nú framleiða hlutfall hefur styrkt á meðan kostnaðarhlutfall að veikjast aðeins, en heilt yfir þá var árið mjög gott rekstrarlega. Fjórðungurinn, ef við skoðum hann aðeins betur, ég vek athygli á því að allur samanburður hér litast að því að SMS kemur inn í fjórðunginn nánast frá fyrsta degi og ýkir og skekkir öll hagnaðar, tekju og kostnaðarhlutfall, þannig að ágætt að hafa það í huga. Vörusala nam 46 milljörðum, það aukning tæplega 8%. EBITDA var 3.857 milljónir sem þetta 36% aukning og hagnaður var 3.066 milljónir sem líka ansi hraustleg aukning með fyrra ár, en að teknu tilliti til matsbreytinga þá erum við ekki að tala 157% aukningu í hagnaði heldur nær 70%, sem þó feikilega gott. Framleiða hlutfall hjá okkur að hækka í 25%. Heilt yfir hefur framleiði í okkar starfsemi verið að styrkjast, en áhrifin eru töluvert ýkt núna vegna SMS og vegna lækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu sem ég kem að hér á eftir. Nú launa og kostnaðarhlutfall hækka, en hérna gætir áhrifa SMS og viðbótarkostnaðar sem féll til vegna viðskiptana, einskiptiskostnaðar, auk þess sem við erum að sjá að lækkun olíuverðs að ýta upp í hlutfallskostnaði. Góður fjórðungur, örlítið ýktur, en Guðrún fer betur yfir það hvernig áhrif SMS koma hérna inn og þá hvernig grunnreksturinn lítur út. Nú það að vanda gott að skoða þessa helstu áhrifaþætti sem við búum við í okkar rekstri, það að segja verðbólgu, gengi og olíuverð. Verðbólgan heldur áfram að ganga niður, stendur núna í 4,2% í samanburði 7% á sama tíma í fyrra.
Samhliða þá eru stýrivextir áfram að lækka og vextir þá líka, þó þessi ennþá háir í öllu samhengi þá skiptir hver einasta lækkun heilmiklu máli fyrir þá sem að skulda. Nú helstu gjaldmiðlar hafa verið nokkuð stöðugir gagnvart krónu. Ef við berum okkur við fyrra ár þá dollarinn ívið sterkari og evran heldur veikari, þó það muni kannski ekki mjög miklu en töluverðar breytingar reyndar bara á síðustu dögum eða vikum frá því að þessi glæra var smíðuð. Nú, olíuverð á heimsmarkaði hefur afgerandi áhrif á allar stærðir í okkar rekstri, bæði tekjur og framleiðarhlutfall, en í uppgjörunum núna þá eru tekjur hjá Olís að lækka umtalsvert og framleiðarhlutfall að hækka miðað við fyrra ár. Skýringuna má sjá vel í þessari mynd, ef þið skoðið hana vel hérna neðst, þá meðalverð á olíu á milli fjórðunga að lækka þetta tæplega 14%, sem hefur óháð sölumagni þessi áhrif að lækka tekjur og ýta upp framleiðarhlutfalli þó svo að framleið í krónum talin sé ekki að breytast á nokkurn hátt við þessa breytingu. Nú, ef við skoðum hérna betur ofan í reksturinn, eins og sjá má þá var þetta fínn fjórðungur og svona það sem stendur upp úr í honum að afkoma var umfram væntingar. Hérna njótum við almennt séð afrakstur af aukinni skilvirkni í rekstri þvert á samstæðuna. En til viðbótar kemur kannski þrennt til. Í fyrsta lagi góður rekstur sem að bætast við frá Færeyjum. Í öðru lagi þá Olís með óvenju sterkan fjórðung og í þriðja lagi þá kemur hlutdeild í afkomu Klasa inn í fjórðungin og hún var nokkuð sterkari heldur en í fyrra. Almennt séð þá gekk rekstur matvöruverslun bara mjög vel. Við erum með þennan svipaða takt heimsókna hérna í verslanir. Það lítilsháttar aukning þar og á sama tíma lítilsháttar samdráttur í körfustærð, en þar hefur samsetning vörukörfu heilmikil áhrif og eflaust eitthvað aðstæður á heimilum landsins. En það sem stendur upp úr í þessum fjórðungi að mínu viti eðlilega kaupin á SMS, þar sem við vorum núna að ljúka þessum fyrsta fjórðungi undir regnlíf Haga og hins vegar erum við að draga betur fram vægi fasteigna í rekstri Haga með því að færa fjárfestingareignir til gangverðis og breyting sem sagt á reikningsskila aðferðum. Við útskýrum hvort tveggja betur á eftir. Að lokum skiptir það okkur mjög miklu máli að ná stöðugt fram aukinni skilvirkni okkar rekstri og við sjáum það á þessari stærð uppsöfnum hagnað á hlut sem núna stendur í 6,47 krónum að öllu töldu til og hefur þá aukist þetta 40% á milli ára og þrefaldast á síðustu 4 árum. Ef við rýnum aðeins dýpra í reksturinn og förum þá í starfsþættina sem að með tilkomi SMS eru orðnir 3. Tekjur á þessum tekjur þess fyrsta sem eru verslanir og vöruhús á Íslandi voru tæplega 33 milljarðar og þar fer mest fyrir bónus og hagkaup sem að standa bak við 90% af þessari veltu, en aðföng, bananar, eldum rétt, stórkaup Sara eru að standa á bak við það sem af gengur, en ég vek athygli á því að velta aðfanga á banana jafnast út vegna viðskipta innan samstæðu en aðfanga á bananar eru svona mestuleita að selja til okkar verslana. EBITDA var nánast óbreytt á milli fjórðunga, 2.630 milljónir og afkoma starfsþáttarins að teknu tilliti til þá matsbreytinga og hlutdeildarfélaga að styrkjast á milli ára. Eins og síðasta fjórðungi þá heimsóknum að fjölga í verslanir hjá okkur og eins og ég nefndi áðan stykkjum að fækka, þar hefur breytt samsetning á vörukaupum áhrif. Við höfum verið að stækka sölueiningar, það að segja fjölga stykkjum í samsettum sölueiningum og það gert í þessari viðleitni sem sérstaklega á við bónus að bjóða ávallt upp á hagkvæmari kjör og svo skiptir það auðvitað máli í prósentum talið að þessi fjórðungur á þessu ári var ríflega 1% styttri en í fyrra, það munar alveg þennan 29. febrúar í hlaupári. Nú eldum rétt á diggan hópa af fjölskyldu sem panta í hverja einustu viku, en nú hefur eldur rétt að opna nýja netverslun sem gerir okkar frábæru viðskiptavinum kleift að panta nauðsynjar til eldhússins, svona viðbótar vörur, mjólk eða olíu eða auka kjúkling eða eitthvað álíka og fá sent heim með matapökkunum og þetta sparar eðlilega sporinn, þetta sparar verslunarferðir og hefur verið frábærlega vel tekið eftir að þessu var ýtt úr vör fyrir fáum vikum síðan. Við erum að sjá að tekjuvöxtur
aðföngum og bananum kannski heldur meiri en í vestunum hjá okkur og eins og ég nefndi hérna á síðasta fundi þá skýrist það af því að stærra hlutfall af vörum til verslana má rekja þá til okkar eigin fyrirtækja sem þróun sem í raun og veru stýrt af viðskiptavinum sem að velja hagkvæmari vörur. Nú hlutdeildi afkomu Klasa fellur inn á starfsþáttinn, þróunarverkefnum á vettvangi Klasa miðaði vel á árinu og hefur eignarhluturinn verið að skila prýðilegri ávöxtun alveg frá því að við hófum þátttöku í því flotta verkefni og þetta ár engin undantekning og við gerum ráð fyrir að það verði einnig á næstu árum. Ef við skoðum aðeins hérna það sem að gerast hjá Bónus þá náttúrulega bara ákveðin fyrirsjáanleiki í rekstri þar að undanförnu að því leyti til að reksturinn gengur mjög vel. Þessi síðasti fjórðungur var engin undantekning, velta var nálægt 23 milljörðum á fjórðungnum, svipaður vöxtur og verið hefur þetta 3–5% og afkoma að styrkjast á milli ára. Við fáum fleiri heimsóknir og viðskiptavinir hafa í rauninni aldrei verið fleiri á einum fjórðungi heldur en akkurat á þessum síðasta. En við sáum eins og ég búin að nefna hérna áður smávægilega breytingu í körfustarf og þar Bónus fyrst og fremst að vinna með okkar viðskiptavinum og hjálpa þeim að versla ódýrt með því að bjóða upp á þessar samsettulausnir, stórar og hagkvæmar sölueiningar, ódýrari staðkvæmdavörur og svo framvegis. Og við höfum kannski þessu tengt verið að ná prýðilegum árangri í innkaupum sem hefur skilað sér í því að núna eru fleiri en 500 vörunúmer á lægra verði akkurat í dag heldur en þau voru fyrir 12 mánuðum sem ansi góður árangur á verðbólgutímum eins og eru núna. Og því tengt þá höfum við boðið upp á þetta nýbreytni sem við tekið upp nýlega ódýrast vikunar tilboð í Bónus, ódýrast vikunar í Bónus tilboð. Þau hafa mælst frábærlega fyrir hjá viðskiptavinum og ekki síður hjá samstarfsaðilum sem að þekkja það vel að Bónus hreyfir ansi mikið sölumagn. Þannig að samstarfsaðilar okkar kunna vel að meta og vinna þá með okkur í að styðja við þessi tilboð og gefa viðskiptavinum okkar færi á að versla hagkvæmt. Okkar viðskiptavinir eru farnir að taka eftir því að það ákveðnar breytingar í Bónus þegar kemur að úrvali grænmetis sem hefur aldrei verið fjölbreyttara og aldrei ferskara. Við erum að gæta betur að og ná betri tökum á allri meðhöndlun og framsetningu á þessum viðkvæma vöruflokki sem að skila sér í því að við erum að sjá aukna sölu í tekjum og magni. Það veitir svo sem ekki af enda landlæknir nýlega búin að gefa það út að ráðlagður dagskammtur eigi að hækka af ávöxtum og grænmeti og til þess að ýta ennþá frekar undir og styðja við þau skilaboð þá höfum við í samstarfi við Banana, Hagkaup og Ólís hafið skemmtilega vinnu með Latabæ að bjóða upp á íþróttanam í öllum okkar verslunum en kannski rétt að minna á það að við erum ansi langt frá því sem þjóð að neyta nægilegs magns af ávöxtum og grænmeti og við vonum að við getum stutt við með þessum hætti. Við fórum svo nýlega í samstarf með nokkrum góðum birgjum eitthvað sem kallað Barnabox sem gjöf til nýrra foreldra að finnskri fyrirmynd, hún hugsuð til þess að létta undir með ungum fjölskyldum með því að útvega nauðsynjar fyrir nýbura á fyrstu metrónum hjá þeim. Þetta risastórt verkefni, þetta eru 5.000 box sem við gerum ráð fyrir að gefa á þessu ári sem það eru tæplega 5.000 börn sem fæðast á Íslandi á hverju ári, hefur verið gríðarlega vel tekið og nú þegar að við stöndum hér þá búið að sækja meir en 2.500 körfur eða box og ég verð að segja að það bara mjög bónuslegt að hjálpa til með þessum hætti og skiptir heilmiklu máli. Nú gætum haldið lengi áfram að tala Bónus, það margt skemmtilegt í gangi þar en ég líka þessu á því að endurtaka að rekstur fjórðungsins og ársins gekk vel og afkoma var heldur að styrkjast, frábær meðbyrinn í þetta ár og mikið að gera sem við segjum frá síðar. Það gekk vel í Hagkaup sem jólaverslun landsmanna, við sjáum það á hverju ári, 7,2 milljarða velta sem lítilsháttar aukning á milli ára. Afkoma var fín þó hún hafi ekki náð árinu í fyrra. Við höfum lagt sérstaka áherslu á að efla vöruúrval og þjónustu í Hagkaup og finnum að því vel tekið. Við opnum til dæmis Bilda Ber í Smáralindinni í febrúar og við ætlum hreinlega ekki að trúa viðtökunum. Þarna beið fólk í 3 til 4 tíma í röð eftir bangsa
og röðin hefur reyndar styst en það ennþá ansi mikið að gera. Við opnum skálina í 2 verslunum hjá okkur, nýja kaffiverslun í Smáralindinum frá Lavazza, við hófum afhendingu á vegabréfum í Skeifunni og svo sala í gegnum netverslun að aukast gríðarlega og má nefna að í sölu á veisluréttum Hagkaups þá þrefaldaðist veltan í síðasta fjórðungi. Nú markaðsteymið okkar að ná betri og betri tökum á samfélagsmiðlum og skemmtileg vinna þar í gangi. Fylgjendahópar að stækka og við erum að sjá mánaðarlegt áhorf sem hleypur á milljónum í hverju mánuði. Þannig að við munum halda áfram þessari vegferð. Við ætlum okkur að halda áfram að gera sem allra skemmtilegast og þægilegast að versla í Hagkaup. Það gengur vel og ég er sannfærður að þegar það fer að létta til svona efnahagslega hér á landinu þá Hagkaup á réttum stað með tilliti til vöruúrvals og þeirra þjónustu sem boðið upp á. Nú skiptum þá aðeins gír og förum í olíuna sem þá annar starfsþáttur í uppgjörunni hjá okkur. Við sjáum það sama trend nú á síðustu fjórðungum. Það að tekjur að draga saman. Núna 9%, voru 10 milljarðar og lækka réttan milljarð meðan EBITDA að styrkjast töluvert mikið, var 700 milljónir í samanburði við tæpar 200 árun á undan. Og þetta hljómar eins og ákveðin þversögn, það hljómar aldrei sérstaklega vel að tekjur sig að draga saman en enga síður þá afkoma að batna mikið en stóra ástæðan fyrir þessum samdrætti í tekjum eins og ég hef nefnt áður lækkun á heimsmarkaðsverði olíu en hin ástæðan samdráttur í sölu til stórnotenda sem var nálægt 10% í lítrum talið og þar munar mest þotueldsneyti sem reyndar kannski sá flokkur eldsneyti sem verið lægsta framlegð þannig að við erum að minnka magn en það hefur ekkert verulega áhrif á framleiðina hjá okkur en auk þess voru minni umsvif í tengslum við fiskimjölsbræðslur og tengda starfsemi þar sem að vertíðin var frekar lítil. Það hins vegar mjög kröftugur vöxtur í sölu á þurrvöru og veitingum og öllum umsvifum á stöðvum sem til marks það að breytingar sem við höfum gert á þjónustuframboði og ásýnd stöðva að mælast vel fyrir hjá okkar viðskiptavinum. Við höldum ótröð áfram í þeirri vegferð. Við erum nýlega búin að gefa út Ólís appið sem kom út fyrir fáum vikum. Það virkar sem stafrænt dælulykill og aðgöngumið að fjölda tilboða sem eru áhugaverð og vekja athygli. Við opnum fyrstu þvottastöðina á fjórðungnum undir merkjum Glans og næstu 2 munum opna núna á vormánuðum og við munum opna svo 2 nýja bensínstöðvar í byrjun sumars, eina á Búðardal og aðra á Akureyri. Nú samhliða svona bætingum eða umbótum í þjónustöð þá höfum við verið að ná mjög góðum árangri á kostnaðarhliðinni í hagkvæmari rekstri stöðva og okkur hefur gengið vel með birgðastýringu og við höfum notið hagfelldra hreyfinga á olíuverði á fjórðungnum og á árinu sem eins og sást á myndinni áðan olíuverði heldur að hnikast upp innan fjórðungsins og það felur almennt í sér að framleið styrkist eins og var á síðustu mánuðum þessa árs. Nú þetta allt skila sér í heilmiklu meðbyr fyrir Ólís og OB. Við erum með sterkan rekstur og í sögulegu samhengi var árið virkilega gott. Nú þá það að skemmtilegustu fréttum fjórðungsins, nýjum starfsþætti verslunar og vöruhúsa í Færeyjum sem þá utanum starfsemi PFSMS sem að Hagar eignuðust í byrjun desember. Til upprifjunar þá að ræða 13 dagvöruverslanir undir merkjum Bónus, Milnan og Miklugarðir. Síðan eru sérvöruverslanir sem heita Rúmbúl og Síp, það eru nokkri veitingastaðir, til dæmis Burger King og Sunset Boulevard og einn steikarstaður eða 2 reyndar. Við erum að reka kjötvinnslu, við erum að reka versmiðjubakarí, verslunarmiðstöð og verslunarkjarna, auk þess að fasteignasafn sem í útleigu að mestu til eigin starfsemi en eitthvað til þriðja aðila. Og það óhætt að segja að SMS fari mjög vel á stað sem hluta höfum. Vörusala nam 3.650 milljónum og EBITDA var 523 milljónir sem á alla mæli hvar það ansi góð niðurstaða. En ég vil draga það fram hér að hún ekki dæmigerð vegna þess að fjórðungurinn litaður af vörutalningum og eftirágreiddum afsláttum sem vega þá hlutfallslega nokkuð þungt fyrir fjórðunginn og ekki hægt svona að dreifa yfir árið. Heilt yfir þá gekk rekstur í fjórðungnum mjög vel í Færeyjum og gildir einu hvort við erum að horfa til verslana eða veitingastað sem bera uppi umsvifin. Við höfum lagt áherslu á það núna á þessum fyrstu metrum nýs samstarfs að trufla ekki jólaverslunina. Það eru jól í Færeyjum eins og hér og mikið að gera í verslun og við notum tíman frekar til þess að undirbúa okkur að kynnast kerfum og laga þau og upplýsingagjöf að kerfum Haga.
Það eru mjög spennandi tímar framundan í tengslum við Færeyjar. Augljóslega býr SMS að mjög traustum rekstri og byggir á þessu frábæra teymi og einstaklega sterkri markastöðu í Færeyjum. En á næstu misserum þá munum við nýta ýmis tækifæri til þess að gera betur enga síður í vöruúrvali, í innkaupum, í rekstrakostnaði og ekki síst í fjármögnun, þar sem að við gerum svo sem ráð fyrir því að við á Íslandi munum læra alveg mikið af okkar nýju kollegum og að þau munu læra af okkur. En þó að mestu tíð fjórðungsins tengist kaupum á SMS, þá annar mál sem að litar uppgjöru hjá okkur líka og það tengist ákvörðunum að breyta reikningsskilaaðferðum þannig að fjárfestingareignir verða hér eftir færðar til gangvirðis. En við vildum þannig endurspegla betur fjárhagslega og eignarlega stöðu félagsins, eitthvað sem við höfum verið að tala á síðustu uppgjörsfundum. Nú með þessari glæru erum við að reyna að draga fram hreyfingar í efnahagsrekstri sem leiða af sér að fastafjármunir hækka úr 56 milljörðum í reikningi ársins í fyrra yfir í 82 nú. Og við byrjum á að taka frá að fastafjármunir hækka 14 milljarðar rúmlega við kaupin á SMS, en þegar kemur að endurmati fjárfestingareigna þá telja þær 40.000 af 60.000 fermetra eignasafni Haga, en heildarupphæðin eða áhrif af þessum breytti reikningsskilum nema 6,6 milljörðum, 6.595 milljónum ef ég á að vera nákvæmur, og þar af stærstu hluti endurmat vegna fasteigna á Íslandi 5,7 milljarðar sem að mestu fært beint á eigið fé. Nú það sem ávantar 922 milljónir endurmat vegna fasteigna sem á rekstraleigu í Færeyjum. Vegna reikningsskilastaðla og þetta nú ákveðið völundarhús reikningsskilastaðlar, þá fer hluti af matsbreytingum í gegnum rekstur, það að segja eignir sem eru leigðar út til aðila utan samstæðu, það eru 11.000 fermetrar hjá okkur, þannig að áhrifi gegnum rekstur í þessu uppgjöri eru annars vegar 120 milljónir vegna eigna á Íslandi og síðan 922 milljónir einskiptis áhrif vegna eigna í Færeyjum, þannig að samtals fara 1.042 milljónir króna af endurmatinu í gegnum rekstrarreikning, langmest vegna Færeyja eins og ég nefndi hérna á undan. Þannig ef við horfum fram á veg, þá fer endurmata mest í gegnum efnahag, nema það sem umræða fermetra í leigu til þriðja aðila fyrir utan samstæðu, þá fer það í gegnum rekstur. Og ég ítreka það að í dag eru þetta 11.000 fermetrar sem eru í leigu til aðila fyrir utan samstæðu Haga. Nú, þetta auðvitað aðeins snúið í svona yfirferð, en fyrir þá sem vilja grúska þá þessu öllu lýst eða verður þessu öllu lýst í sársaukafullum smáatriðum í ársreikningi sem að verður birtur í lok mánaðar 30. apríl. Örstuttum sjálfbærni, við höfum haldið áfram að aðlaga upplýsingagjöf félagsins að CSRD-tilskipun Evrópusambandsins. Þetta mjög mikilvægt verkefni að okkar mati. Það ákveðin óvissa um það hvenær þessi tilskipun tekur gildi, en við gerum ráð fyrir Nú hvað sem að því líður þá miðar okkur mjög vel að þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi sjálfbærni og til þess að taka 2-3 dæmi úr þessu uppgjöri sem við birtum í lok mánaðarins og í rauninni að sýna bara mjög skemmtilega sögu, þá erum við að draga verulegu losun. Losun hefur dregið saman hjá okkur einhver 7% á síðustu 2 eða 3 árum og það ber að hafa í huga að umsvif í samstæðunir hafa aukist mikið á þessum tíma, þannig að þetta feikilega góður árangur. Nú hlutfall endurheimt úrgangs komið í 94% og að hækka jafnt og þétt frá því við hófum þessar mælingar úr 55% 2019. Ef við horfum þá til starfsfólks, við höfum verið að mæla starfsmannaánægju með reglubundum hætti, raunar á 2 mánaða fresti yfir nokkuð langt tímabil, og það ánægjulegt að sjá að þessar starfsmanna ánægja aukast jafnt og þétt alveg frá upphafið þessara mælinga, nota sem tól fyrir okkar stjórnendur og að nýtast vel, og það má kannski sjá á því að það dró starfsmannaveltu hjá okkur 13% á milli ára á síðasta ári, og fyrir fyrirtæki sem telur meira en 3.500 manns þá skiptir þetta töluverðu máli. Þannig við erum með fjölda járna í eldinum hér þegar kemur sjálfbærnitengdu verkefnum, allt frá kolsýruvæðingu kælikerfa sem nú svona að verða loki hjá okkur til uppbyggingar á vetnisinnviðum fyrir stórnotendur og margt fleira, en þetta verður fjallað í árs- og sjálfbærniskýrslu þegar hún kemur út. Nú áður en hleypi Guðrún að örfá orðum vöxt og arðsemi.
Við erum náttúrulega ánægð með árið, þetta virkilega sterkt rekstrarár hjá okkur, bæði vegna þess að við erum að ná prýðilegum árangri í rekstrinum en einnig vegna þess að við erum að vinna verkefnum sem eru bæði stór og smá, sem eru hugsuð til þess að undirbyggja vöxt og arðsemi félagsins til lengri tíma. Hér á þessari mynd eru dæmi nokkur frá þessu ári og þar kannski ber hæst að við erum að útvíkka starfsemina til Færeyja sem felur í sér að við erum að stækka markaðinn sem við náum til rétt 14% sem skiptir okkur og mögulega einhver aðra máli. Við erum að innleiða fjölda nýjum stafrænum lausnum, B2B verslanir fyrir banana og viðbótarvörur fyrir eldum rétt og þessi vinna er að auka skilvirkni í okkar innra starfi en við erum líka að auðvelda viðskiptavinum lífið. Þannig að þetta er það sem við gerðum á árinu til þess að undirbyggja vöxt og ég ætla ekki að fara í smáatriðum í gegnum það en því til viðbótar þá höfum við nú fjárfest í vinnu við viðskiptaþróun sem hefur það skilgreindu markmiði að greina og nýta tækifæri fyrir haga til að þjóna viðskiptavinum betur og vaxa á arðbæran hátt og við munum segja frá afrakstur þessara vinnu síðar. En Guðrún, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Finnur. Góðan dag. Við viljum að byrja að skoða rekstrarniðurstöðu fjórðungsins sem er þá tímabili desember til febrúar. En eins og Finnur hefur auðvitað komið inn á þá einkennist fjórðungurinn af nýjum starfshætti, samstæði SMS í Færeyjum, sem er þá hluta samstæðu uppgjörinu allt tímabilið. Vörusala nam 46 milljörðum og jókst 7,6% milli ára, en ef við tökum frá áhrif af vörusölu SMS að þá var sala í krónutali nær óbreytt milli ára. Framleiðin nam 11,5 milljörðum og hækkaði 28,6% og framleiða hlutfalli var 25% og hækkaði 4,1% stig milli ára. Hér gætir áhrifa frá SMS en einnig sterkum rekstri hjá Ólís þar sem að lækkun á heimsmarkaðsverði olíu á fjórðungnum hefur leitt til hærra framleiða hlutfalls. Framleiða hlutfall í dagvöruverslunum, bónus og hagkaup styrkist einnig á milli ára. Laun og annar rekstrarkostnaður hækkar nokkuð en það er náttúrulega einkum vegna SMS en án áhrifa þeirra þá hækkuðu laun 9,1% og annar rekstrarkostnaður 20,8%. Hluta þeirri hækkun er vegna kostnaði við kaupin á SMS sem var gjaldfærður á fjórðungnum samtals 142 milljónir. EBITDA fjórðungsins var 3,9 milljarðar og hækkar 35,8% milli ára en EBITDA starfsþáttar SMS var 523 milljónir og er hækkun milli ára án áhrif SMS til 17,4%. Matsbreyting fjárfestinga fasteigna nam rúmum milljarði en þar voru einskiptis áhrif hjá SMS vegna fasteigna í rekstrarleigu 922 milljónir en áhrif matsbreytinga á fasteignir í leigu utan samstæðuhaga nam 120 milljónum. Hagnaður fjórðungsins 3,1 milljarður og hækkar úr 1,2 milljörðum á fyrra ári. Hagnaður jókst í rúm 157% en án áhrifa matsbreytinga jókst hagnaður tæp 70% milli ára. Önnur heildarafkoma nam 3,7 milljörðum sem er aðallega áhrif endurmats fasteigna sem fært beint á eigið fé og heildarafkoma samtals 6,7 milljarðar. Nú ef við færum það okkur yfir í rekstrarreikning ársins þá sjáum við að vörusala nam 180,3 milljörðum og jókst 4,1% milli ára eða 7,1 milljarð. Söluaukning starfsþáttar verslan og vöruhús á Íslandi nam 4,8% en samdráttur var hjá Ólís 4,4% en eins og komið fram áður þá hafa þar mikil áhrif lækkandi heimsmarkaðsverð olíu á árinu. Nú framleiða ársins nam 41,1 milljarði og jókst 14,2% milli ára. Framleiða hlutfalli 22,8% og hækkaði 2% stig en hækkunin er bæði í dagvöru og eldsneytis hlutasamstæðunnar auk áhrifa af SMS á þessum síðasta ársfjórðungi. EBITDA ársins var 14,7 milljarðar og hækkar 12,8% milli ára. EBITDA verslan og vöruhúsa jókst 5,2% en EBITDA Ólís jókst 20,7%. Afskriftir ársins hækkum 6,4% og fjármagnskostnaður hækkar 14%. Áhrif hlutdeildarfélaga námu 981 milljón og aukast tæp 41% milli ára sem er að mestu vegna sterkara afkomi hjá Klasa. Hagnaður ársins réttur 7 milljarðar og aukst 39,4% milli ára en ef við teljum frá þessi áhrif matsbreytinga þá jókst hagnaður 19% tæp. Önnur heildarafkoma eins og ég nefndi áðan 3,7 milljarðar sem kom öll fram á síðasta ársfjórðungi og heildarafkoma ársins til 10,7 milljarðar. Nú hérna sjáum við helstu lykilmælikvarða rekstrar og þróun þeirra síðastliðin 5 ár. Velta hefur aukist hægt og þétt í krónutalið en veltuaukning hefur einkum verið drifin áfram af auknum umsvifum í rekstri nú síðast náttúrulega með samruna við SMS
en einnig áhrifum verðbólgu. Framlega hlutfall hækkar 2% stig milli ára og stendur í 22,8%. Framlega hlutfalli hefur verið að styrkjast eftir tíma COVID og stríðsátaka og kannski sögulegt lágmark á árunum 2022-2023 og þá hefur náttúrulega framlega hlutfall olíus mikil áhrif til hækkunar þar sem að þróun heimsmarkaðsverðs hefur almennt leitt til hærra framlega hlutfalls. Hér gætir náttúrulega einnig áhrifa af SMS sem ber hærra framlega hlutfall framlega hlutfall þeirra hærra en í samstæðu Haga fyrir samrunan. Launa- og kostnaðarhlutföll hafa verið að hækka ekki síst vegna hækkunar kjarasamninga og verðbólgu en einnig vegna áhrif af lægri veltu hjá olís. Launahlutfalli nú 10,2% til samanburðar við 9,4% í fyrra og hlutfall annars rekstrarkostnaðar 4,9% og hækkar úr 4,3% í fyrra. EBITDA hlutfall 8,2% á árinu og hækkar 0,7% stig frá fyrra ári og hagnaðar hlutfall 3,9% til samanburðar við 2,9% í fyrra. En ef við tökum frá áhrif matsbreytinga var hagnaðar hlutfall 3,3%. Hér höfum við svo sjóðstreymisyfirlit ársins, veltufé frá rekstri 14,7 milljarðar til samanburðar við 12,9 í fyrra. Handbært fé frá rekstri nam 11,1 milljarði og hækkar 2,4 milljarða frá samanburðar ári. Fjárfestingarhreyfingar námu 8,7 milljörðum en þar á meðal fjárfestingi SMS nýju dótturfélagi að fjárhæð 4,7 milljarðar. Fjárfestingi rekstrarfjármunum og fasteignum nam 3,3 milljörðum á árinu og fjárfestingi óefnislegum eignum var rúmar 820 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar voru tæpir 2 milljarðar og lækkun 2,9 milljarðar milli ára en þar munar einna helst kaup á eigin bréfum sem námu 2,3 milljörðum á samanburðar ári en voru engin á nýliðnu ári. Handbært fé hækkaði 473 milljónir og nam í árslok 2,3 milljörðum. Hér höfum við efnahagsreikning samstæðuna sem hefur tekið þó nokkrum breytingum, mest auðvitað áhrif á kaupunum á SMS en einnig nýrri reikningsskilaaðferð eins og finnur fór yfir. Heildareignir Haga í lok árs 105 milljarðar og hækkaði 26,9 milljarðar milli ára. Heildareignir samstæða SMS í febrúarlok sem nú þá hluta samstæðureikningi Haga 17,5 milljarður. Ég vil það einnig minnast á að breyting á nýrri reikningsskilaaðferð leiði til þess að breyta þurfti samanburðar fjárhæðum fyrra árs, það að segja að þær eignir sem í leigu utan samstæðu Haga færðar upp á fyrra ári gegnum eigið fé. Þetta þýðir að eignir á samanburðar ári hafa hækkað 957 milljónir frá ársreikningi sem við birtum í fyrra og eiginfjárhlutfall hækkað úr 36,5% í 37%. Fastafjármunir í lok febrúar voru 81,9 milljarður og hækkuðu 24,8 milljarðar milli ára. Áhrif vegna samstæða SMS voru 15,3 milljarðar og þar af þessar 922 milljónir sem að tilheyra endurmati en auk þess voru 4,7 milljarðar endurmats fasteigna fært á þessu ári. Veltufjármunir voru 23,2 milljarðar og hækkuðu 2 milljarðar milli ára sem tengist byrðum og viðskiptakröfum í Færeyjum. Eigið fé í lok árs 38,5 milljarður og átti félagi eigin hluta en verði 8,1 milljón í árslok. Heildar skuldir samstæðunar voru 66,5 milljarður og hækkuðu 17,3 milljarðar milli ára. Viðbót vegna SMS var 12,2 milljarðar, þar af rúmir 6 milljarðar vegna leiguskuldar samkvæmt IFRS 16 leigustæðli. Vaxtaberandi skammtímaskuldir voru 6,3 milljarðar, þar af víxilskuldir 1,4 milljarðar og skammtímalán í dönskum krónum vegna fjármögnunar á kaupunum á SMS var 3,9 milljarðar. Í lokin þá höfum við hér 5 ára samanburðu á lykilmælikvörðum efnahags. Arðsemi eigin fjár hækkar nokkuð milli ára og 24,3% síðastliðna 12 mánuði og hækkar úr 18,1% í fyrra. Eigin fjár hlutfall í lok árs 36,6% til samanburð við 37% síðasta ári, sem sagt eftir breytinguna á samanburðarfjárhæðum. Nettó vaxtaberandi skuldir í lok árs að meðtöldum leiguskuldum námu 40,7 milljörðum eða 2,8 sinnum EBITDA ársins. Skuldahlutfalli var 2,1 í fyrra en skuldir aukast milli ára vegna kaupa Haga og SMS þá bæði vegna yfirtekinna skulda en einnig vegna nýra skulda tengt fjármögnun og samrununum. Veltufjárhlutfall 0,78 í lok árs í samanburði við 0,82 ára á undan. Velturhæði rekstri 14 dagar í samanburði við 14,4 daga í fyrra og velturhæði eigna var 2 í samanburði við 2,3 í fyrra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðrún. Þá sláum við svona
botninn í þetta með nokkrum glærum í viðbót. Eins og fyrr þá mjög mikill stöðuleiki í hluthafahópnum hjá okkur. 10 stærstu hluthafar eiga nú 3/4 hluta hlutafjár og það eru nákvæmlega engar breytingar á þeim hópi á milli fjórðunga. Það hins vegar aðeins meira líf yfir markanum og ánægilegt að fylgjast með gengisþróun hlutabréfa í Högum á síðasta ári en þau stóðu undir lok þess í 102 krónum og þau þá hækka 38% á rekstrarárinu. Nú, við sem að vinnum hjá Högum og dótturfélögum við náttúrulega stjórnum ekki markanum sem betur fer en það sem að við gerum hefur kannski áhrif á reksturinn, niðurstöðu hans og vonandi á markaðsvirði. Þarna horfum við gjarnan á uppsafnaðan hagnað á hlut vegna þess að endurspeglar einhver leyti skilvirkni í því sem við erum að gera og við erum mjög ánægð að sjá þróun síðasta árs og í raun síðustu 3 eða 4 ára. Ef við horfum til þessara síðustu 12 mánaða þá hefur hagnaður á hlut hækkað 21% án einskiptisbreytinga en eitthvað 40% með þeim og ef við erum að horfa til síðustu 4 ára þá hefur hagnaður á hlut svona alltaf því þrefaldast eða ríflega þrefaldast eftir hvernig hort á það. Eitthvað sem við erum bara mjög sátt með. Eins og við farið yfir á þessum fundi þá gengur rekstur Haga vel meira minna á öllum vígstöðum og það engin ástæða til að gera ráð fyrir að það breytist í bráð. Eftir að hafa unnið að því nokkuð misseri að styrkja grunnstóðir þá höfum við frá því í fyrra sett heldur meira púður í það að huga framþróun félagsins, þessi viðskiptaþróun, við höfum verið að leita nýjum tekjustraumum og arðbærum vaxtatækifærum og fyrstu átæku skrefin í þeirri vegferð eru þegar stigin. Við kaupum á SMS, þar sem við eigum eftir að njóta ávinnings af þekkingu og samböndum hjá okkar frábæra starfsfólki bæði hér heima og í Færeyjum og við munum vinna að því eitthvað áður en við stígum mjög stór önnur skref en við horfum strax til næstu verkefna. Nú frá sjónarhóli dagvöruverslunar þá erum við að sigla út úr mjög snúnu tímabili sem hefur verið svona undanfarin nokkur ár þar sem öll aðföng til okkar rekstrar, hvort sem að ræða vörukaup eða rekstrakostnað almennt, hafa hækkað hratt og ansi langt tímabil. Þetta eru óþægilegar aðstæður en þær eru hins vegar að verða miklu skárri núna þó svo að enn loði við í ákveðnum flokkum að hækkanir séu miklar. Þær eru kannski bara alltaf miklar að okkar mati en það ekki að villast að okkar rekstrarumhverfi að þróast til hins betra, gerist hægt og rólega, vextir og verðbólga að lækka og forsendur fyrir miklum kostnaðarhækkunum eru ekki þar sem og voru. Það vissulega smá órói í heimshagkerfinu vegna einhverja skringilegheita hjá forystufólki í Bandaríkjunum. Þetta hefur skapað óvissu, þetta hefur þegar haft áhrif heilmikil, meðal annars á olíuverð sem hefur lækkað hastarlega núna á síðustu 2-3 vikum. Þessi órói mun líklega hafa áhrif á vöruverð á ýmsum varningi sem óhjákvæmilegt annað en að ná í hingað til með einhverjum hætti. Það erfitt að spá nákvæmlega fyrir áhrif eða birtingamyndir þannig að við bara bíðum og sjáum en þangað til þá gott að vita því að Hagar eru í mjög sterkri stöðu, fjármögnun okkar tryggð, rekstur okkar sterkur, við erum með frábært teymi, starfsfólk sem meðal annars að huga sérstaklega að framtíðartækifærum í okkar rekstri til viðbótar við að þjóna viðskiptavinum á hverjum degi. Og með þetta veganisti þá gerum við ráð fyrir því að EBITDA á næsta rekstrarári eða þessu sem nú nýhafið verði einhvers staðar á bilinu 16 til 16,5 milljarður. Þannig að þetta það sem við viljum skilja ykkur eftir með. Við ætlum aðtuga núna hvort að einhverjar spurningar hafi vaknað en annars þakka ég fyrir góða hlustun. Hér eru einhverjar spurningar að berast. Við byrjum á spurningum þróun olíuverðs og þróun ferðamannafjölda í afkomuspá fyrir rekstrarárið. Nýtt rekstrarár. Við höfum ekki gert ráð fyrir afgerandi breytingum á
í þróun olíuverðs, við erum í rauninni bara í okkar áætlun gerum ráð fyrir stöðuleika þar sem að, þú veist, það er hægt að spá þessi í allar áttir en við gerum bara ráð fyrir einhverjum fasta þar. Varðandi þróun á ferðamannafjöldi í afkomuspá, þá erum við að horfa bara á nokkurn veginn óbreytt, kannski einhverja lítilsháttar aukningu. Hér er einnig spurt þróun á EBITDA fyrir Olís annars vegar og hins vegar verslanir í afkomuspánni. Við höfum ekki gefið það upp sérstaklega en það dylst hins vegar engum að á þessu rekstrarári þá er Olís að eiga frábært ár, þannig að það er kannski óráðlegt að gera ráð fyrir miklum umbótum í þeim rekstri miðað við árið, en þannig að kannski svona ef við eigum að vigta þetta eitthvað þá gerum við ráð fyrir kannski að frekar sé koma aukning úr versluninni. Einhverju við það að bæta? Nei. Síðan er spurt Færeyjar, hvernig við gerum ráð fyrir að landslagið í Færeyjum breytist í afkomuspánu. Ég gerir ráð fyrir að sé verið að huga að spyrja sérstaklega bara efnahagshorfur þar. Við gerum bara ráð fyrir nokkurn veginn svipuð og verið hefur kannski síðustu 1-2 ár. Það var óvenjulegu tími þarna í kringum COVID en það er bara ágætlega stöðugur hagvöxtur þarna og hæg fólksfjölgun en mikil aukning í ferðaþjónustu sem eru svona forsendar sem við gefum okkur í Færeyjum. Hér er líka spurt EBITDA hjá SMS sem er þetta á fjórðungnum 523 milljónir og það er verið að spyrja hvort að aukning þar er að öllu leyti vegna breyttra reikningsskilastaðla. Í fyrsta lagi þá kannski er erfitt að segja til hvort að þarna erum að ræða aukningu eða ekki vegna þess að við höfum ekki samanburðartölurnar og höfum ekki raunverulega gefið þær upp en kannski er verið að gefa sér eitthvað meðaltal á upplýsingum sem við höfum gefið upp áður en það er hægt að nefna þá, ég nefndi það áðan að afkoman á fjórðungnum núna er að mörgu leyti ekki dæmigerð út af einskiptis áhrifum, það eru talningar og eftir og greiddir afslættir sem er að styrkja afkomuna en breytt reikningsskil eða IFRS áhrifin eru hvað þá? 150 milljónir á fjórðungnum. Já. Þannig að ef það hjálpar eitthvað. Hér er spurt leiðsögn vegna fjárfestinga sem að við höfum í rauninni fresta birtingu á vegna óvissu Álfabakka. Það er spurt sviðsmyndir sem eru þar uppi og hvaða fjárhæðir gæti verið til umræðu. Eins og staðan með Álfabakka er núna þá er ljóst að verkefnin hefur frestað nokkuð. Það er í meðferð eftir að byggingafulltrúi Reykjavík felldi niður eða stöðvaði framkvæmdir vegna kjötvinnslu, vegna ákveðinnar óvissu sem að hann taldi vera uppi hvort að þar þyrfti að fara fram umhverfismat og hvort að þetta samræmdist aðalskipulagi. Þá hefur í rauninni þetta verkefni verið bara í biðstöðu sem er núna að slaga í einhverja 3 mánuði sem að hliðrar þá öllu því sem við ætlum að gera að minnsta kosti þann tíma. Þær fjárhæðir sem gætu verið þarna til umræðu eru einhvers staðar norður af fjárfestingin í því að koma upp aðstöðunni upp í Álfabakka er einhvers staðar norður af 1 milljarði, einhvers staðar milli 1 og 2. Það er alveg óvíst á hvaða tímabili það fellur til en við vitum að það er að minnsta kosti að frestast. Annars held ég að það sé óhætt að gefa svona þá leiðsögn að það sé hægt að horfa til fjárfestinga síðustu 2-3 ára til þess að reyna svona að sjá eitthvað meðaltal fyrir þetta ár. Hér eru fleiri spurningar. Hér er spurt olís og þessa snörpu lækkun á heimsmarkaðsverði á olíu
hvaða áhrif hún hefði á rekstur Olís með tillit til EBITDA framleiðar. Það alveg ljóst að snarpar breytingar eða hafa heilmikil áhrif og þegar að verð á olíu lækkar með þessum hætti, þá þýðir það að við erum að selja úr lager sem er keyptur á hærra verði. Það hefur átómatískt þau áhrif að framlegð dregst saman, þannig að með olíu á niðurleið þá kallar það á svona mótdrátt þegar kemur að framlegð, en ég ítreka það að þetta skiptir svona, það eru þessar, ef við höfum eftir að sjá hvernig þessi sveifla fer, þetta snörp svona 2-3 vikna lækkun, þannig að það skiptir öllu máli hvernig það þróast framundan, en við höfum séð svona breytingar áður og þetta jafnast nú yfirleitt út yfir tíma. Þú kannski tekur þessa spurningu, Guðrún. Endurmatið, já. Það spurt hvort við getum gefið nánari skýring á skiptingu fasteignasafns milli fjárfestingar fasteigna sem eru þessir 40.000 fermetrar og rekstrarfjármuna sem eru þá 20.000 fermetrar. Rekstrarfjármunir eru í rauninni fasteignir sem eru í eigu Olís og eru þar í eigin notkun. Það einnig spurt hvort það sé notast við sjóðstreymisgreiningu við verðmat fjárfestingarfasteigna og ef svo hver eru helstu forsendur eins og VAC. Já, við notum sjóðstreymisgreiningu og VAC-ið er svona 6,5 til 6,6% að meðaltali. Herðu, að lokum verið að víkja að afkomuspánni og áhrifum af SMS, þar sem hversu stór hluti afkomuspá ársins vegna SMS og hversu mikill like for like EBITDA vöxtur á milli ára í afkomuspánni. Við erum að horfa á kannski í kringum 5% like for like vöxt í EBITDA, en þetta aðeins svona teygjanlegar tölur því að við höfum ekki farið ofan í að gefa út afkomuspá fyrir aðskildar einingar, en við erum að gera ráð fyrir ágætis umbótum hjá SMS og grunnrekstri félagsins einnig. Varðandi að lokum líka tengt SMS, hver eru tækifæri til lækkunar á fjármagnskostnaði tengt kaupum á SMS og hvernig sér félagið það raungerast. Þetta verkefni sem við erum að fara í núna. Það svigrúm til frekari skuldsetningar í Færeyjum á reksturinn þar og það vitað að vaxtastig í Færeyjum eru danski vextir sem eru það bil helmingur af því sem að gerast hér. En við gerum væntanlega grein fyrir þessu þegar þetta skýrist í kjölfar af uppgjörinu núna. Ég held að það séu ekki frekari spurningar, það að mér svo ekki borist inn í pósthólfi, ég ætla að tékka hvort það fer í einhverja aðra fóldera. Jú. Hér spurning frá Fossum hækkun á vaxtabærandi skuldum vegna lokagreiðslu á SMS. Já, þetta upphæðin sem kemur líka fram í í uppgjöri þriðja ársfjórðungs, en það var 3,9 milljarðar sem var þetta skammtímalán sem við tókum til að fjármagna kaupin. Í dönskum. Í dönskum. Þá erum við búin að tæma spurningalistan. Við þökkum áhugan á félaginu og hlökkum til að hitta ykkur sem fyrst í eigin persónu á fundum til þess að ræða félagið og það sem við ætlum að fara að gera. Takk fyrir.